Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það væri nú óskandi að það þyrfti ekki að ræða þetta meira eftir þessa fínu ræðu hv. þingmanns sem flutti sína hér á undan mér. En það nú samt þannig að við þurfum víst að ræða þetta eitthvað meira. Ég ætla að reyna að fara yfir þetta allt saman á stutta tíma sem við höfum til að ræða þetta mikilvæga mál. Þetta merkilegra mál heldur en að fólk kannski gerir sér grein fyrir vegna þess að þetta mál svolítið nálgast út frá svona tíðarandanum í dag og því sem gerist í dag og því öllu saman, meðan í reynd þetta mál sem varðar ekkert minna heldur en bara menningarsögu og menningarþroska mannkyns í heild sinni í grundvallaratriðum. Hvað varðar afstöðu mína til frumvarpsins sjálfs þá ég í grundvallaratriðum sammála markmiðum frumvarpsins. Ég óviss refsirammann og lagatæknina, hvort tveggja atriði sem ég myndi algjörlega treysta þingnefnd til þess að fara betur í saumana í. En markmiðið göfugt, nauðsynlegt og að mínu mati óumflýjanlegt. Ég held að það sé tímaspursmál hvenær svona lög verða fest í sessi bæði hér og alls staðar í heiminum, allavega þeim heimi sem við getum kallað frjálsan, þar sem fólk hefur trúfrelsi, tjáningarfrelsi og friðhelgi og rétt yfir eigin líkama. Sú verður þróunin svo lengi sem baráttan fyrir mannréttindum heldur áfram að ná árangri. Það eina sem gæti hindrað þessa þróun í mínum huga ef þessi barátta fyrir þessum mannréttindum fer einhvern veginn á bak aftur eða verður bakslag í þeirri réttindabaráttu. Það hefur komið fyrir stundum í sögu mannkyns að það verður bakslag í framþróun og fall Rómaveldis eitt gott dæmi það. Það mjög gleðilegt að þetta sé komið til umræðu, óháð því hvað fólki finnst efni frumvarpsins sjálft, vegna þess að við þurfum aðeins í nútíma samfélagi að fara að tala það bara svolítið heiðarlega og það ekkert endilega þægileg umræða fyrir okkur öll, en við verðum að taka hana það hvernig trúarbrögð, trúarhefðir halda aftur af mannréttindum og framþróun. Nú vona ég að það sé enginn að fríka út af hneykslun. Þetta ekkert svo sjokkerandi sem ég var að segja. Þetta bara svolítið söguleg staðreynd. Það auðvitað ekki að tala öll trúarbrögð, þau eru afskaplega misjöfn, auðvitað til alveg endalausir ángar úr hverjum þeim trúarbrögðum sem yfir höfuð bera nafn. Og kristnir ekki sammála og múslimar ekki sammála og gyðingar ekki sammála og guðleysir ekki sammála. Fólk bara ekkert sammála og það allt góð, það fallegt, það æðislegt. En til dæmis þá hefur þjóðkirkjan, ríkiskirkjan eins og ég kalla hana, barið sér á brjóst fyrir það að vera sérstakur stuðningsmaður, að hafa keyrt áfram einhver mannréttindi og svoleiðis. Þegar það var einmitt þjóðkirkja sem hélt aftur af réttindum samkynhneigðra til að mega gifta sig á trúarlegum forsendum, af trúarlegum ástæðum. Það var þannig. Og ég veit að núna loksins hefur sá afleiti málflutningur verið rekinn tilbaka sem betur fer og löngu kominn tími til. En það var 2011 sem við góðfúslega leyfðum samkynhneigðum að gifta sig. Það var hlægilegt að það væri ekki svona sorglegt. Og það voru trúarlegar ástæður fyrir því að það tók þetta langan tíma. Skal enginn dirfast að vera móðgaður yfir þeirri sögulegu staðreynd. Og það ekki dónalegt að nefna það, bara að tala þess að þetta Hvað varðar þetta mál og þetta inngrip sem sé umskurð drengja, þá hefur tekið eftir umræðunni það mikill ágreiningur það hversu mikið inngrip þetta raunverulega sé og það svona það sem ég kalla staðreyndaspurningu. Fólk greinir á hvort það sé það sársaukafullt. Fólki greinir á það hvort það sé sýkingarhætta. Þetta allt eitthvað sem hægt að rannsaka og koma af stað fyrir víst. Þetta ekki háð gildismati eða áliti einhverja flutningsmanna eða einhverja ræðumanna hérna. Þetta eitthvað sem hægt að finna út úr. En allt sem ég hef lesið þetta bendir til þess að sársaukin af þessari aðgerð sé óheyrilega mikill, alveg skelfilegur. Og það ekki hægt þegar börn eru 8 daga gömul að deyfa þau þannig að það sé hægt að draga eitthvað úr því. Það í raun og veru stærsta ástæðan fyrir því að ég hlynntur þessu frumvarpi og finnst þetta sjálfsagt. Það bara einfaldlega sársaukin sem barnið verður fyrir. Börn hins vegar á þessum aldri eru það ung að þau geta ekki myndað minningar. Þess vegna gleymum við þessu öll. Öll okkar sem hafa gengið í gegnum þetta sem ekki ég með einmann, að við gleymum því öll. Hins vegar auðvitað ef maður eldri þá bæði hægt að deyfa mann eitthvað og sömuleiðis að mannmarað auðvitað. Þannig að það ekkert skrítið að fólk muni ekki eftir þessum hræðilega sársauka, en hann samt á sér stað. Hann á sér stað á meðan barnið fer í gegnum þetta, 8 daga gamalt eða hversu ungt svo sem það er. Ég ber virðingu fyrir því sem hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson sagði hérna áðan. Hann nefndi að hann vildi kannski frekar koma að sá með samtali frekar en valdboði.
Og ég meina, mér finnst bara frekar augljóst að í hegningarlögum eigi að vera bann við því að ganga svona á friðhelgi og réttindi barna, líkamlegra friðhelgi þeirra. Mér finnst það augljóst, en að sama skapi ber ég virðingu fyrir nálguninni vegna þess að þetta er auðvitað, hvort sem okkur líka betur að vera og hversu vitvirkt sem það er, að þá er þetta afskaplega djúpstæð trú ofboðslega stórs hóps fólks. Það er vandamál að mínu mati sem að verður að leysa að miklu leyti með samtali. En ég lít líka á framlagningu þessa frumvarps og þessarar umræðu hér sem hluta af því samtali. Og það gleður mig að við séum í heimsfréttunum yfir þessu máli. Það bara gleður mig að fólk sé virkilega að ræða þetta og virkilega að rífast um það. Það er kominn tími til, þó fyrr hefði verið. Þetta er enn ein trúarkreddan sem heldur aftur af réttindum okkar og í þessu tilfelli unga barna okkar. Og við getum alveg talað um það og að samkvæmt hinum með þessum bókum þá heimti almættið einhverja virðingu annarra fyrir trúarkreddu manna. Þau verða bara að víkja. Ég hef áhyggjur samt sem áður af því að við gerum þetta allavega með þessum hætti, að gera þetta beinlínis refsivert og sér í lagi með svona háum refsiramma og mig langar að viðra þær áhyggjur. Ein er sú að þetta verði framkvæmt samt sem áður. Þetta einfaldlega stöðvi ekki fólk. Vegna þess aftur, eins kjánalegt og það er, þá er þetta mjög djúpstæð trúarsannfæring sem er til staðar hjá mörgum trúarhópum og svolítið svona djúpstæðar bábiljur hjá öðrum hópum eins og í Bandaríkjunum þar sem þetta er ekki gert á trúarlegum grundvelli en óbærslega mikið af svona bábiljum í kringum þetta sem að halda þessi sessi. Og þegar svona ströng sannfæring er til staðar þá hættu því að fólk einfaldlega fara á svig við lögin. Og ef fólk færi að gera þetta á svig við lögin, af ótta við háan refsiramma, á 8 daga gömlum börnum, þá er eins gott að sé hægt að hringja í lækni og þá er eins gott að enginn lendi í vandræðum fyrir að hringja í lækni. Þannig að ég hef áhyggjur af því. En eins og ég segi, framlagning þessa frumvarps að mínu mati er bara hluti af þessu samtali sem við taka. Ég hef líka áhyggjur af öðru sem er samt aðeins annars eðlis og það er að þetta veki upp andúð gegn tilteknum trúarhópum eða einhvern veginn auki við svona árekstra menningarheima. Ég hef séð það nú þegar gerast. Þannig að mér finnst það mjög leiðinlegt. En skulum þó halda því til haga að allt slíkt er misskilningur á frumvarpinu. Allt slíkt er byggt á misskilningi og hugsunarleysi. Þetta snýst ekki að takmarka trúfrelsi neins. Það snýst ekki að benda neinum fingrum og segja að einhver sé vondur eða einhver sé svona eða hinsegin. Það snýst bara að verja réttindi barna og þetta er ekkert flóknara en það í grunninn. Þannig að, eins og ég segi, misskilningur því miður getur verið mjög skaðlegur. Eins og ég sagði áðan líka að ég hef engar áhyggjur af því að þetta verði varanlega heimilt nema ef það verður eitthvað bakslag í baráttunni fyrir mannréttindum, en eins og ég segi, þá er ótti minn líka sá að það bakslag geti átt sér stað. Og það á sér kannski helst stað þegar það verður menningarlegir árekstrar. Þannig ég hef svona áhyggjur af þessu. En aftur, þetta er allt saman byggt á misskilningi. Og ég ítreka að ég er sammála markmiði frumvarpsins og mér finnst þetta augljóst. En eini vandinn fyrir mér er að samfélag manna, okkar, mannkyns, er bara ennþá frekar frumstætt í mjög mörgum atriðum. Og þetta er eitt af þeim atriðum. Þar sem við erum ennþá að sætta okkur við hefð, mjög gamla hefð frá tíma sem að mér finnst rosa skrítið að fólk líti á sem einhvern veginn heilagan. Ég ætla að fara aðeins út í það, ég ætla að hætta mér aðeins út í það hérna. En fyrst þarf ég aðeins að nefna trúfrelsi. Hér er oft talað um trúfrelsi. Það stenst enga skoðun að þetta mál snúist um trúfrelsi foreldranna. Það snýst hins vegar algjörlega um trúfrelsi barnsins. Og oft er spurt, hversu langt nær trúfrelsi? Ég get alveg svarað því. Hann nær alla leið. Alla leið fyrir hvern og einn. Alla leið fyrir hvern og einn. Og það er ekki trúfrelsi eins að neyða einhver upp á annan. Það er brot á trúfrelsi. Það er brot á trúfrelsi að neyða sínum hefðum upp á annan einstakling. Það er ekki heldur trúfrelsi að njóta sérstakra forréttinda eins og ríkiskirkju ruglið sem við erum með hér á Íslandi, en meira um það síðar. Það snýst um trúfrelsi barnsins. Og það má spyrja, hvers vegna ættum við að standa hér og hindra trúfrelsi fólks? Bara hvers vegna í ósköpunum ættum við að eyða tíma okkar í það? Svo eitthvað sérstakt áhugamál þingmanna á Íslandi. Ég ætla að fara að pirra einhver trúarhóp. Bara að því bara. Auðvitað er það ekki málið. Málið snýst augljóslega, sem kemur mjög skýrt fram í greinargerð og öllum ræðum stuðningsmanna málsins, það snýst um réttindi barnsins og ekkert annað. Fólk getur bara aðeins fara að horfast í augu við það. Og það er enginn að banna fullorðnu fólki að fremja þessa aðgerð ef það sjálft vill. Það er enginn að banna fullorðnu fólki það.
En við bönnum börnum að drekka, við teljum þau ekki hafa þroska til að ákveða það. Við setjum verulega takmarkanir á kynhegðun þeirra, vegna þess að við teljum þau ekki hafa þroska til þess að ákveða. Yður skal umskera á holdi yfirhúðar og það sé merki sáttmálans milli mín og yðar. 8 daga gömul skal öll sveinbörn umskera meðal yðar, ættlið eftir ættlið, bæði þau heim eru fædd og eins hin sem keypt eru verði af einhverjum útlendingi, eigi af þínum ættlegg. Umskera skal bæði þann sem fæddur í húsi þínu og eins þann sem þú hefur verði keyptan, og þannig sé minn sáttmáli í yðar holdi sem ævinlegur sáttmáli. En óumskorinn karlmaður sá ekki umskorinn á holdi yfirhúðar sinnar, hann skal upprættur verða úr þjóð sinni, sáttmála minn hefur hann rofið. Tilvitnun lýkur. Það er þaðan sem þessi hefð kemur. Þetta er 1. Mósebók, 17. kafli. Förum aðeins inn í framtíðina. 2. Mósebók, 31. kafla, vers 15, með leyfi forseta. 6 daga skal verk vinna, en 7. dagurinn algjör hvíldardagur helgaður drottni. Hver sem verk vinnur á hvíldardegi skal vissulega líflátin verða. Tilvitnun lýkur. Förum aðeins lengra inn í framtíðina. 3. Mósebók, 20. kafli, vers 27. Hafi maður eða kona særingaranda eða spásagnaranda, þá skulu þau líflátin verða. Skal lemja þau grjóti, blóðsög hvílir á þeim. Tilvitnun lýkur. Og síðast en ekki síst, fyrst ég hef smá tíma, 3. Mósebók, 24. kafli, 16. vers, með leyfi forseta. Og sá lastmælir nafni drottins skal líflátin verða. Allur söfnuðurinn skal vægðarlaust grýta hann. Hvort heldur útlendur maður eða innborinn, lastmæli hann nafninu, skal hann líflátin. Tilvitnun lýkur. Þetta er Biblían, virðulegi forseti. Þetta er Biblían. Og þetta kemur eftir þessari hefð umskurð. Er það einhver dónaskapur að segja að þetta sé villimennska? Er það einhver dónaskapur að segja að þetta sé algjörlega út úr kortinu fyrir siðmennta samfélag? Ef ekki væri fyrir það að trúarbrögð hafi ennþá svona mikil taglhöld á mannlegu samfélagi, værum við þá að nota svona rök þegar við verum að ræða eitthvað eins og það hvort við höfum að afnema bann við guðlasti, sem meðan ég man við gerðum hérna sumarið 2015. Guðlast skilst mér. Ég held ekki við verum að ræða það. Ég held ekki að þetta væri á nokkurn hátt umdeilt nema vegna þess að fólk krefst þess að halda í einhverjar trúarkrettur sem eru ævafornar, og meðan ég man alveg til trúarlegar forsendur til þess að bregða út af. Það er nú ekki þannig sem betur fer að fólk sé að lífláta hvort annað fyrir það að vinna á hvíldardegi eða hvað annað. Það er ekki þannig lengur. Og það er gott. Og það er alveg samt hægt að vera gyðingur. Það er alveg samt hægt að vera kristinn. Það er alveg hægt að vera múslimi. Það er ekkert mál. Það er allt spurning það hvað maður sjálfur dregur út úr þessum ritum, og meðan ég man, ég er sennilega einn mesti aðdáandi Jesú Jósefssonar frá Nasaret sem hér er inni. Ég ætla reyndar ekki kannski að leyfa mér þann hroka að segjast vera sá mesti hér inni. Allavega ég er eindreginn aðdáandi þeirrar manneskju, þarf engar að kraftaverka við. Þurfti enginn að labba á vatni, það þarf ekkert að vekja neitt upp frá döðum. Mér finnst bara skilaboðin make sense. Mér finnst rökrétt það sem Jesús sagði, persónulega. En hvað skil ég bara skrýtin? Það þarf engin kraftaverk til þess að halda í sínar hefðir, og það þarf ekki að halda í afturhaldssinnuðustu hlutina í sínum trúarbrögðum til þess að kalla sig gyðing, kristinn eða múslima. Það er ekki þannig. Nú, sem betur fer á lokasekúndunum, þá er framþróun í öllum trúarbrögðum og þar á meðal gyðingdómi, og það má nefna það er núna að reiða sig til hefð sem heitir Brit Shalom, sem á móti Brit Mila. Brit Mila er þessi hefð að umskera, og Brit Shalom er nafngjafar hefð sem að andstæðingar umskurðar meðal gyðinga eru farnir að beita í meiri mæli. Aftur, það er alveg hægt að vera gyðingur án þess að vera umskorinn. Það bara er hægt. Ég hef ekki tíma til að fara hérna yfir í islam og allt það, en afstæðan í lok, ég bara ítreka, ég er alfarið hlynntur markmiði frumvarpsins. Ég lít á þessa mikilvæga umræðu sem mjög mikilvæga, og allt það uppstytt og þau leiðindi sem koma þessar umræðu, þau eru bara mikilvægir vaxtarverkir á leið mannkyns fram á við.